Drög að sóknaráætlun Norðurlands eystra til næstu 4 ára hafa nú verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Stefnan er sett fram ásamt tilheyrandi áherslum innan atvinnu og nýsköpunar, menningarmála og umhverfismála. Formaður Eyþings, sambands sveitarfélaga á Eyjafjarðarsvæðinu og Þingeyjarsýslum, segir sveitarfélögin á svæðinu á ýmsan hátt ólík en engu að síður á margan hátt lík. En hverjar eru helstu áskoranir sem sveitarfélögin á Norðurlandi eystra standa nú frammi fyrir? Þetta er alveg ótrúlega áhugavert að skoða Norðurland eystra sem eitt við. Við höfum rosalega oft hugsað þetta sem 13 við eða jafnvel fleiri, því að sveitarfélögin eru 13, en svæði frá Siglufirði til Bakkafjarðar er í rauninni dálítið ólíkt innbyrðis. Það er allt annað raunveruleiki í atvinnulífinu á Akureyri eða Bakkafirði og svo framvegis, en við eigum samt ýmislegt sameiginlegt. Styrkleikarnir okkar eru helst í sjávarútvegi, þeir eru í landbúnaði, ferðaþjónustu og mögulegri orkunýtingu og það eigum við svolítið mikið undir því að okkur gangi vel og inn í kannski framtíðina hlýtur að skipta svolítið miklu máli fyrir okkur og horfa til nýsköpunar af því að það er ákveðin veikleiki á þessu svæði sem er fjarlægð við markaði. Þannig að þegar við förum að horfa á nýsköpun þá þurfum við líka að horfa á það hvaða nýsköpun getur við verið í hér án þess að það snúist bara flutning á vöru, svona fysiskri vöru héðan og suður eða til útlanda. En það er að tala að það þurfi að auka framleiðnina í þessum málaflokkum sem þú nefnir. Já, og þar skiptir hugviti svo miklu máli og af nægur að taka og það er í rauninni, sumir segja að það sé ekki rosalega mikil nýsköpunar stemming á þessu svæði en þegar nánar er skoðað þá er dálítið mikil nýsköpun innan rótgróinna fyrirtækja, ekki síst tæknifyrirtækja og ekki síst í sjávarútvegi. Við sjáum það líka í landbúnaði, við sjáum það í orkumálum. En það er spurning hvernig við getum nýtt þessa fjármuni til að efla það enn frekar og fókusa kannski betur saman í eina átt sem svæði og upplifa okkur sem heild í því. En þetta er mjög stórt svæði og byggðirnar eru svolítið mismunandi. Er það kostur eða ókostur? Örugglega bæði kostur og galli. Kosturinn er hérna á þessu svæði held ég umfram aðra landshluta er að við höfum Akureyri. Akureyri er svona lítil borg, við erum svona smáborgarar hér, að við höfum ákveð þjónustustig hér sem að utan höfuðborgarsvæðisins er kannski ekki til staðar. Í því eru alveg heilmikil tækifæri að við nýtum þau þannig og lítum líka á það að ábyrgð og skyldur Akureyrarbæjar eru kannski aðrar heldur en annarra sveitarfélaga. Á móti kemur að það skiptir Akureyri gríðarlega miklu máli að byggðirnar hérna í kring vaxi og dafni vegna þess að við erum ofta að þjónusta þær greinar sem er kannski verið að stunda út í öðrum byggðum. Ef við tökum sem dæmi landbúnað, við myndum aldrei beint hugsa Akureyri sem landbúnaðar bæ. En á móti kemur að við erum að þjónusta sauðfjárbúskapinn til dæmis eða landbúnaðinn svo mikið, hvort sem er í kjötvinnslu, sölu á fóðuri eða inn í MS. Þannig að við eigum svolítið mikið undir hvort öðru og þetta er val. Ef við veljum að vera í slag okkar á milli þá er þetta galli. En ef við viljum að líta á að við séum saman í liði og við græðum hvort og öðru með því að vera saman í liði, þá held ég að þetta sé hiklaust tækifæri og ekki síst eins og í ferðaþjónustunni og orkunýtingunni og svo framvegis. Ef við nýtum styrkleikarna hér, styrkleikarna annars staðar og verum saman í liði þá held ég að við séum í miklu betri málum. Hilda Janna bindur vonir við að fjárveitingar ríkisvaldsins til sóknaráætlunarinnar aukist á komandi árum og hún nefnir mikilvægi þess að umhverfisráðuneytið komi að borðinu. Hilda Janna segir mikilvægt að sveitarfélögin á Norðurlandi eystra taki virkan þátt í umræðunni málefni norðurslóða. Háskólinn á Akureyri er sérstaklega nefndur hvað varðar uppbyggingu á Norðurlandi eystra. Hilda Janna segir háskólan eitt stærsta byggðaverkefni síðustu ára. Menningarmálin vega nokkuð þungt í drögum að sóknaráætlun Norðurlands eystra til næstu 4 ára. Það er mjög skemmtilegt þegar við erum að ræða hvað skiptir máli í þessum landshluta. Er að þegar umfjöllunum kom, það er náttúrulega alltaf verið að tala um störfin, fjölgaðum auka framleiðni, vöxtur, stærra, meira. Svo kom einhvern veginn svolítið svona áhugaverður þverskurður þegar umhverfismálin verða allt í einu minna, aðeins rólegra, draga úr. Þetta er ekki oft það sem maður sér þegar á að blása til sóknar. En síðan kemur kannski stærsta máli sem er gaman að búa hérna. Hvernig eru lífsgæði, hvernig líður mér? Og þess vegna til dæmis einn af mælikvörðunum sem eru settir inn í sóknaráætlun núna, að það er að stefna því að auka hamingju í landshlutanum. Og það er auðvitað líka svona, kemur kannski einhverju spánst fyrir sjónir, en til hvers erum við að þessu öllu saman? Er það bara til að hafa vinnu eða er það til þess að bara rusla ekki of mikið út í jörðina, er það einhvern veginn til þess að njóta og skapa og deila? Og þar finnst mér menningin bæði geta tengt okkur í þessum landshluta, skapað
svona þennan lífsvilja og eitthvað til þess að njóta. Þannig að við sjáum í menningu og listum að við viljum meira sjá flæði af samstarfi milli svæðana, efla ungt fólk og bara líta á sköpun líka sem atvinnugrein af því að þetta og lífsgæði. Þannig að ég held að við höfum snert svolítið á til sóknar í atvinnumálum, til verndar í umhverfismálum, til gleði í menningarmálum. Ertu bjartsýn fyrir hönd svæðisins til næstu þá 4 ára? Ég held ég geti alveg sagt bæði já og nei. Það eru ógnanir og það eru veikleikar, en það eru líka tækifæri og það eru styrkleikar. Ég hef miklar áhyggjur af Akureyrarflugvelli og ég held að hann gegni alveg ofboðslegu lykilhlutverki í því hvernig okkur kemur til með að vegna. Ég held að Akureyri þurfi að bera enn meiri og fastari ábyrgð þegar það kemur að þjónustu og þjónustu hins opinbera og auðvitað eigum við ansi mikið undir nýsköpun og undir því að við náum að flæða hér og þá ekki síst til þess en ástæðan fyrir ég er bjartsýn að það svo gott að vera hérna og þegar við erum að horfa til framtíðar þau verkefni sem að mannskepnan að glíma núna við, streita, álag, tímaskortur, umferð og svo framvegis, þá held ég að séu sóknarfæri fyrir marga að sækja í því lífsgæði sem eru út á landi, en ég hef áhyggjur af því að það sé ekki nægilega markviss stefna í byggðamálum, ekki nægilega stigið inn og tekin ákvörðun það að við ætlum að byggja landið. Við búum í einu mesta borgríki veraldar og það ákvörðun og það líka ákvörðun að gera ekkert og stundum líður mér eins og við séum bíll í hlutlausum gír í brekku og þó við séum ekki að gera neitt, þá mun hann bara bakka og við vitum það. Þannig ég rosalega hugsi yfir því hvað ríkisvaldið vill í þessu landi og ég held að verði líka að ákveða og það með peningum og stuðningi hvar ætlum við að hafa byggð. Ekki bara grípa til örþrifaráða þegar það næstu því orðið of seint. Þannig ég held að við eigum mikið undir stefnumótun og við eigum að horfa til Norðurlandana með flutningi stofnana og eigum að segja við ætlum að hafa minnstakosti einhverja byggðakjarna utan höfuðborgarsvæðisins til framtíðar.